Já, gott kvöld. Ég staddur hér í Austurbæ við Snorrabraut. Gamla Austurbæjarbíó eins og maður þekkti það hér sem ungur maður. Í raun og veru erindi mitt hingað var að hitta gamla félaga mína sem eru að halda upp á 40 ára starfsafmæli. Það eru kaffibrúsakallarnir, svokölluðu, sem ætla að hefja sýninga nú í kvöld hér í Austurbæ. Borðarðu álíki tómt? Já, eftir 40 ár eru þeir aftur komnir á lappirnar, ef svo má segja, þeir kaffibrúsakallar. Það eru sem sagt 40 ár liðin síðan þeir tveir, þá óþekktir ungi leikarar, slógu rækilega í gegn í sjónvarpinu á einu kvöldi 1973. Og þetta ritar reyndar Svavar heitinn Gess aftan á albúmið þeirra eða vínilplötuna þeirra sem þið gáfu út þetta ár, 1973. Svavar segir hér: Það hefur líklega aldrei komið fyrir áður hér á landi að algjörlega óþekktir skemmtikraftar eða listamenn hafi slegið eins áþreifanlega í gegn og raunbar vitni þegar að kaffibrúsakallarnir birtust á sjónvarpsskærminum í fyrsta skipti. Það var ekki talað annað á eftir. Og þátt eftir þátt hló maður að þeim Gísla Rúnari Jónssyni og Júlíusi Bránsinni, en það heita þeir félagarnir. Brátt urðu þeir eftirsóttir skemmtikraftar á hvers konar skemmtunum í Reykjavík og í nágrenni og síðan út allt land. Jú, ég ætla að hitta þá félaga ásamt leikstjóranum Gunnari Helgasyni hér inn á sviðinu þar sem þeir koma til með að sýna þessa ágætu sýningu þeirra á kaffibrúsakallarnir í 40 ár. Herðu, manstu ekki eftir honum Jóni hérna smið sem að smíða all jólatrén fyrir okkur einu sinni? Jú, ég var náttúrulega. Alveg ferlegt með hann, maður. Ferlegt? Já. Hvað þá? Hann alveg hættur að smíða. Hættur? Já. Af hverju? Hann þoldi ekki við. Já, ég sestur hér hjá kaffibrúsakallarnum ásamt leikstjóranum Gunnari Helgasyni. Þetta er leikstjórinn, þetta eru kaffibrúsakallarnir. Þetta er Júlíus Brjánsson og Gísli Rúnar Jónsson. Og Randver. Randver Þorláksson heiti ég og er staddur hér á sviðinu í Austurbæ með þessum ágætu mönnum hér. Strákar, segið mér, kaffibrúsakallar, er þetta ekki svolítið gamaldags? Jú. Já, þetta er síðan, við byrjuðum líka, það var ekki búið að finna rafmagn þegar við byrjuðum. Við lékum í kertaljós í sjónvarpinu. Svartspíki. Hvað myndir heiti í dag? Latte bræðurnir? Latte 101. Latte 101. Latte 101, já. Latte lepjandi 101. Kaffivéla, þeir var ekki að sjá þetta, kaffivél. Kaffivélakallarnir. Kaffivéla. Draurarnir. Já. Og það myndi ekki heyrast neitt vegna þess að það væri alltaf þetta væri ekki skemmtilegt. Hvers konar hundur er þetta til? Þetta er lögregluhundur. Lögregluhundur? Já. Ekki lítur hann út fyrir það? Nei, hann nefnilega í leynilögreglunni. 40 ár, strákar. Já. Þetta er langur tími í líðinni. Já, ég finnst merkilegt að vera orðið fertugur. Já, veistu það? Já, finnst þetta háraldur. Já, svo við komum svona að þessu klassíska. Hvernig byrjaði þetta allt saman, svo maður segja? Ég segi bara eins og Bessi heitinn, besti leikari í Evrópu, sagði þegar hann var svo fælinn í viðtöl.
að þegar maður segir þú þurft að fara í viðtöl í blaðið og segja já, ég er nú ekki gaman að fara í viðtöl, þeir höfðu viðtal við mig hérna 1962, geta ekki notað það bara, það stendur allt mig þar. Hérna, sagan, þetta var rauninni undarleg tilviljun í bland við einhvers konar skipulag, hérst í hendur og ekki áttum við von á því við Júlíus að þetta yrði eins og kallað í útlandinu overnight success, það að segja við vissum ekki fyrr til en eftir eina helgi þá var þetta já, á allra vörum og... Já, ég var að lesa það sem að Svavar Heiting S skrifaði aftan á albúmið ykkar þar sem hann einmitt talar þetta, þessir tveir ungu óþekktu og leikar Gunnar, 1973 Ég var ennþá óþekktari. Var það? Ég var fullkomlega óþekktari. Og miklu óþekktari líka, því hann var ekki nema 7 ára gamall. Varstu 7 ára þó? Já. Og vissir af þessu? Já, ég var fyllilega meðvitaður innrás þessara manna í íslenskt menningarlíf. Nú var það? Já, ég horfði á hvern einasta þátt. Já, hvað voru þið margir þarna? Þú ert tveir. Þú sé seinni það. Merkilegt að hafa hastað sér svona rækilega völl eftir 2 þætti. Nú, það er að taka okkur í Það er að vinna í ljósunum. Þetta er bara vinnandi fólk, svo Halldór Laxness sagði. Ég get ekki til að greina bækurnar mín, ég er bara vinnandi maður. Þetta var í einhverjum þætti sem var í gangi þá. Já, kvöldstund í sjónvarpssal, svona kabarettþáttur, þar sem komum fram helstu rockarar landsins, eins og Björgvin Halldórsson og Latti var reyndar... Addi sagði ég. Addi Rock, já. Addi Rock. Tala aðeins herra, ég er hérna, þetta eira sem ég slemm. Já, og svo, og Ríó tríóið var sem sagt svona, þeir voru svona master of ceremony í þættinum og síðan skutu við upp kollinum inn á milli atriði, algjörlega ókynntir. Bara, og allt í hennu byrtist þessir skrýtnu 2 kallar og sögðu kannski 2 línur og vorum að skoða gömlu sketsana daginn og kom í ljós að sumir þeirra flesti voru á bilinu 7 til 9 sekúndur sem var algjör nýlunda í þá tíð. Þess að allir gamansketsar í sjónvarpi höfðu verið svona frá 30 upp í 49 mínútur. Og gamanvísur voru gjarnan 50 erindi eða? Jú, fyrir utan encore. En ef við komum aðeins dýpra í þetta, Júlíus, hvað heita þessi menn og hverjir eru þetta og hvert stefna þeir og svo framvegis? Í veruleikanum. Já, í veruleikanum. Hvernig grófu þetta upp eða hvaðan eru þeir og... Já, þetta er nú, við sóttum fyrirmyndirnar... Júlíus, myndur þú koma aðeins nær? Já, við sóttum, já. Þetta er mikrofón hérna sem maður talar í. Þetta er alveg nýtt fundur. Er þetta ekki skraut? Þetta er alveg nýfundur. Hvað er þetta? Já. Við sóttum nú fyrirmyndir svona víða, aðalega var þannig að við vildum svona koma með eitthvað nýtt inn á markaðinn. Það að markaðurinn voru gamanvísur og eftirhermur og við fundum það svona að það var pláss fyrir eitthvað nýtt. Þess vegna gerðum við tilraun með þetta og það er okkur náttúrulega undrunarefni. Við vorum ekki að gera okkur neina vonur um það að fólk kynni að meta þetta. Það var ekkert endilega. Þetta var afskaplega hljóðlátt og áreynslulaust atriði sem við gerum okkur engar vonur um að fólk hefði neitt sérstakan áhuga á. Það er auðvitað rannsóknarefni hvers vegna fólk fannst þetta svona svakalega sniðugt. Það var ekki hávaðinn. Eða fyndin. Það var ekki eins og þetta væri fyndið. Eða við værum að krefjast beinlínis athygli eins og maður sér oft þegar... Enda vorum við gífurlega feimnir við athyglina. Við vorum, og höfum versnað með... Júlíus var það náttúrulega. Júlíus var náttúrulega bara sveitadrengur frá Akureyri. Ég var norðandrengur frá Akureyri. Og vissi ekki hvernig stóra borgin lét út einu svona. Nei, þegar hann byrjaði þessu. Annars er þér nú náttúrulega máli skiltrandur. Þú varst nú eiginlega með þessu frá upphafi. Já, var það? Þú bara búinn að gleyma því? Bara búinn að maður ekki, sko. Það verður að halda þessu... Þetta er svo lítið samfélag. Tengist því svo lag. Þú getur ekki, kemur maður og hefur viðtal við einhverja upptróðara. Allir við sem ekki skildir. Hvað segirðu bróðir? En það var skondið, eins og Júlíus sagði, það voru frábæri skemmtikraftar í gangi. Það voru kannski ekki nema 2 eða 3 sem tróðu upp á þessum tíma. Það voru svona menn eins og snillingar og svo Ómar sem er einhver besti uppistandari í heimi, bara allra tíma. Og svo eftirhermur. En við vildum gera annað en það. Og eins og ég segi, við Júlíu töluðum svona okkar á milli 19 ára og ég er 19 og hann 20 eins að við ætlum að skjóta herfur gegn eftirhermum og gamanvísum. Svo gengur lífið í hring og einhverjum 15-20 ára setna þá koma fram nýi grínistar, svona tvíeiki eins og við og það er viðtal við þá í
blöðunum, þá eru þeir að skjóta upp alveg gríðarlega herur og myrða einhverja gamla grínista sem eru enn með eftirhermur og gammavísur og þeir hitta spaukstofan og svona gengur þetta aftur og aftur. Þannig að það er eins og eftirhermurnar og gammavísunar dúkki alltaf upp annars slagið sem alveg valít efni og svo koma aðrir og vilja gera öðruvísi. En það sem vakti mesta athygli held ég fyrir utan að kannski einhverju gátu hlegið að þessu var það að þetta var svo stutt. Það var svo rosalega stutt og fólk, ef það var ekki límt við tæki, þá misti fólk á okkur. Þá býtum við, hvað eru þau búin að koma, skilur við? Og svo náttúrulega alltaf, þessi skondna uppákoma þegar við hétum ekki neitt. Við komum bara inn í atriðin ókynntir. Ríó tríóðu er kannski búið að spila og svo luku þeir og hneigðu sig. Þá allt í hennu byrtust við og þeirna, hvað segir þið gott? Og þá svaraði hann, ég segi ekki neitt gott og allt í hennu var búið að klippa á okkur. Og við hétum ekki þannig að, og einn góðan við þetta þá, það sem ég bjó enn í foreldrahúsum, hringdi síminn heim hjá foreldrum mínum og móður mín kom í símann og augljóslega, eða auðheyrilega var þar svona miðaldra konu að ræða og einhver á línunni og segir, er þetta að fá kaffibrúsakallarna til að skemmta? Og hún segir, það búið einhver kaffibrúsakallar hér. Ég hringdi upp í sjónvarp og fékk upplýsingar að þarna byggju kaffibrúsakallarnir og þá fer hún að leggja saman tvo og færi úr því, minnst kosti 2, ekki 4 og segir hérna, já, sennilega er sonur minn annar þessara kalla og þá sagði hinn sem var hinum með línunni, sonur, ertu nýræð? Því að þeir héldu allir að við værum minnstakosti 55 ára gamlir. Gísli leit nú þannig út á þessum árum eins og þú manst þannig, þá gat hann alveg verið talsvert 60. Já. Gömul sál, Júlíus, heitir þetta ekki það? Og það besta var að... Hann skánað með aldrei. Konur sem unnu með móður Júlan og Akureyri, þær nakriðust við hann og segja, nei, þetta eru gamlir kallar, þetta eru 50 kallar. Já, þá segja, já, það vill svo til að annar eru sonur minn. Já, ok, finnst þú hefur á frá fyrstu hendi, allt í lagi, hann er kannski 20, en hinn er minnstakosti 50. En þú svaraði mér ekki spurningunni, hvað heita þessi menn? Áttu þá við, Kaffibrúsakallana? Heiti Júlíus, ég heiti Júlíus og er Brjánsson og ber millinafnið Ingvar sem ég nota svona spari. Kallar Ingi Pitt stundum. En þeir eru ekki með neinöfn eða eitthvað? Þetta eru bara A og B? Nei, þeir hétu aldrei neitt nema bara... Í handritinu var þetta A og B var ekki? Jú, en þeir hétu aldrei neitt en nú erum við bara búin að gangast við að vera kaffibrúsakallar. Þannig það er bara í handritinu Gísli og Júlíus. Júlíus, nú er það. Já. Atvinnurekendur sem ráða í ný störf úr hópi þeirra sem lengst hafa leitað að vinnu fá myndalegt mótframlag. Verðum að liði. Vinnum gegn atvinnuleysinu. Liðstyrkur. Vegna mikillar sölu óskum við eftir öllum gerðum eigna á söluskrá. Fasteignahöllin Smáratorgi, fasteignahöllin.is. Fjölskyldustaðurinn Burger Inn Hafnarfirði. Eldbakaðar pítsur, glóðarsteiktir hamborgarar, réttir af grilli og krakkamatsseðill. Burger Inn. Legðu grunn að framtíðinni með nýrri sparnaðarleið. Vaxtaþrep 30 dagar er bundinn óverðtryggður innlánsreikningur þar sem vextirnir hækka í þrepum eftir fjárhæð innistæðunnar. Kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á islandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Enn fáum við hjá B&T réttingu og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ er á. B&T er þú vilt vera viss. Aðhaldsundirfatnaður, styrkir, grennir og gefur fallegar línur. Lífstykkjabúðin Laugavegi 82 á horni Barónstígs, næg bílastæði. Láttu fagmenn skoða bílinn þinn fyrir veturinn. Við tökum vel á móti þér á yfir 30 stöðum á landinu. Fyndu staðsetningu sem hentar þér á frumherji.is. Sjávarútvegur með laskaðar undirstöður gagnast hvorki byggð sinni né þjóð. Heilbrigður sjávarútvegur styður heilbrigt efnahagslíf. Síldarvinnsla Neskaupstað, Skinney Þinganes, Gunnvör Hnífsdal. Á hverjum degi ræstir BG hundruðir sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það er hagkvæmara en við grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt.
Hörru, ég held ég skilji bara við konuna. Af hverju? Hún heimtar að fá að hafa geitin í svefnherberginu og ég bara þoli ekki lyktina þeim. Og af hverju opnar ekki bara glugga? Þú brjálar og hleyp út öllum dúanum mínum. Ég veit ekki nema... Gunni, það hefur verið erfitt að kenna gömlum hundum að sitja og kannski enn verið að láta á standa. Þeir eru orðnir gamlir. Er ég þreytulegur? Hann hefur reynt að láta okkur sitja mest. Já, ég veit það. Ég sé að hérna eru göngugrindur. Já. Er það til hjálpar eða? Já, það er bara, ef þeir verða of þreyttir, þetta er löng sýning. Þetta er löng sýning, já. Og svo í seinni partinn þá þurfum við að komast á milli staða. Ég sagði við Gunni en daginn, Gunni minn, þetta er þrekvirki sem þú ert að vinna hérna. Ég veit að við tveir erum eins og 20 aldraði gamanleikarar. Og þá sagði Gunni, ég ákveð að svara þessu ekki og segja ekki neitt. Þá segi ég, ok, þú mátt alveg segja 30. Það var, mér er svolítið hugsað til þess að hérna 1973, þá voru hvað 7 ár liðin frá stofnun sjónvarpsins. Já. Var það ekki 66 sem að... Jú, 66. Og þá er komni svona venja fyrir svona skemmti þá. Hefði þá skemmti þetta, já. Og þetta hefur breyst alveg mikið. Nú er þetta bara orðið svona eitthvað svona almenn spurningakeppni og þessi óendalegu Gettu betur og þessi ágæti Dagskrána? Nei, bara sem snýr að þessu, skilur. Þetta er alveg Hemmi Gunn var þarna og það eru sketsaþættir og svo eru sketsaþættir, grínþættir eru náttúrulega sketsaþættir og mikið með Ísland síðast. Það er samt mest á Stöð 2 reyndar. Það hefur lítið komið frá RÚV undanfarið en það horfir nú til betri vegar held ég sko. Já, vonandi. Já, það er þarna þetta form er náttúrulega út allt. Ég meina þetta inniber svo mikið. Ég meina tónlist, dans, svona kabarettform og skemmtilegt fólk í heimsókn eins og Hemmi gerði þetta sem var nú bara einn helsti menningarþátturinn sem þá var í gildi í sjálfu sér. Allir sem voru að gera eitthvað komu fram í Hemmi og allir sem voru að gera neitt með sér Bolshoi-balletinn kom þetta fram og heimsfrægar stjörnur Tammy Wynette og allir. En hvernig þessi þættir sem að Jónas var með sem að þið komuð fram í, hvernig var hann byggður upp? Hann var byggður upp svona svipar? Já, sko við byrjuðum með þátt sem að ætti að vera þér í fersku minni vegna lítilsháttar þáttöku sem hétt Byrtingur og hann var mjög framúrstefnulegur og þar ætluðu Jónas vinnur okkar og Egill Eðvarðsson vinnur okkar að brjóta svolítið blað og gera svolítið frumlega það. Hann mæltist ekki vel fyrir. Nei, ekki mjög. Og það var bara framleitt eitt eintak á honum. Við höfum verið sammála það ekki að ekki ræða þennan þátt. Nei, ok. Ég og Egill Eðvarðsson höfum komist að því. Þetta er versti sjónvarpsþáttur sem gerður höfum. Já, en átt að nota hann sem víti til varnaðar fyrir dagskrárgerðar fólk og hvernig þetta ekki að gera svona. En það reyndist óþarfi vegna þess að eftir þetta var framleitt svo mikið á vondu efni að það var ennþá þyngra varnaðarvíti. Menn lærið ekkert af þessu. Nei, en Jónas og Egill sem eru fagmenn náttúrulega, þeir bara ákváðu strax eftir hennar þátt þegar dagskrárstjórinn kom þungur og brún og sagði akkur fenguðu ekki Ómar til að gera þetta því Ómar var lausnar orð í stofnuninni að þá var ákveðið bara brjóta upp og gera bara eins og hefur alltaf verið gert bara kabarett, bara vodevil, bara sjó með blöndu, bara stílveisla og það bara En þarna var engin kynnir Jú, þeir voru sko Já, en það var engin fastu kynnir Jú, hver var það? Ríó tríói, þeir voru þarna Nei, en fjölstundi sjónvarpssal þá voru þeir kjölfestan í þáttunum þeir spiluðu alltaf minnst kosti 3-4 lög og sungu og svo kynntu þeir Já, en það var engin viðtöl samt í þessu Nei, það var ekki svolítið Næst kemur þessi og stundum kom það bara ókynnt það kom bara allt í hennu Raggi Bjarnar kom og svo var stundum sagt þetta var Ragnar Bjarnason, velkomin í þátti og svo var stundum alveg, eins og við vorum að skoða þættinum daginn, það hefur greinlega verið alveg skítnýting á góðum listamönnum því að þegar Raggi Bjarnar kom í þáttinn þá var ekki nóg með að hann syngið 3 lög menn svunguðanleitt, heldur var hann nýttu til að leika í 10 skemmtiatriðum sem hann lét sér nú ekki í munum Nei, gerði fúslega Og hvað hefur svo á eitthvað daga drifið síðan Kaffihúskallana? Hafa þeir Júlíus hefur stækkað 2 cm Það er nú deilt það hvort að ég hef minkað eða stækkað Ég held að hann hafi stækkað Júlíus, svona samsetning á pörum eins og þessi Kaffibrúsakallar er klassísk og er víða til og má nefna Guð og Kokki og einhverja svona fleiri og þú og stundum ég hafa lent í þeirri
þeirri situasjón að vera ekki þessi fyndni. Nei. Við erum sem sagt það sem kallað á enskunni feed. Já. Sá sem matar. Já, og þess vegna hefur Gísli alltaf verið talinn miklu fyndnari en þú, eða hvað? Já, er það ekki? Af því hann segir alltaf brandarana. Jú. Þetta hefur alltaf verið okkar akkillesarhættuli. Það að vísu dálítið áhyggjur þessi fólk. Nú var viðtalið áhugaverð. Já, það er mér sem komið uppústungum það að við færum að bóka til prógram. Já. Með Halla þá líka. Jón Ólafsson, tónlistarmaður, hann stakk upp á því að það væri tróðið upp það sem að bestu streitmenn landsins væri á sviði. Það væri Halli, Randur og Júli og þið segðu bara fyrirpart brandarana. Ég er alveg til í bara undirleikar og Jón er þá undirleikari líka. Já. Það er hljóðfæraleikara líka í þessu. Já, akkurat. Sem eru bara undirleikarar, ekki sólóistar. Þú fær náttúrulega ekkert að syngja í þessu, Júli, frekar en... Jú, ég syng heilmikið í þessu. Já. Er músík í þessu? Nei, við höfum slökkt á mikrofónunum meðan hann syngur. Hann heldur hann sér. En á bakvið. Já, það er tónlist. Gunni, þú hefur lent í þessu. Þú varst fítið á Felix. Hæ? Heyrðu, þessi var rammur. Var ekki Felix þessi fyndi? Fyrirgefna, ef ég miskilið eitthvað. Er það satt? Hefur þú ekki getað? Er það alltaf svo litli? Alltaf þessi minni sem... Nei, við skiptumst á, sko. Já. Við vorum meðvitaðir þetta og við erum ennþá skemmt á og það er ennþá, sko, skiptist alveg svona. En reyndar hefur það kannski farið meira út í það að hann syngur meira, hann Felix. Já. Einhverjum ásökum. Skrítið. Já, og ég fæ að segja fleiri brandar. Það er bara því að ná mikrofón. Það er bara það. Segir mér... Nei, það er bara að þróast. Brandara, þá mætti hann fá að syngja. Eða kannski er ég bara algjörlega að sjá þetta röngum augum. Hann syngur, segir brandarana og segir síðan leiktu kú. Já. Það mér finnir þetta þegar ég fæ að leika kú. Viðhorfið til streitmannsins eða þess sem er fít eins og Júli og þú hefur gjarnan verið og mér skilst að Gunni sé þarna að sko fólk áttar sig ekki á því hvað þetta er gríðarlega mikilvægt hlutverk. Ef að þessi aðili er ekki jafn góður og hinn í rauninni þá er til einskis unnið fyrir gamanleikari. Ég veit að randinu, legðu þetta bara inn á reikningunni. En viðhorf fólks eðlilega er það þegar það horfir á tvíeyki, það er í rauninni sama viðhorf og hjá börnum sem sjá búktalar og dúkku og börnin segja hvað er þessi opaslega fyndna dúkka að þælast með leiðilega búktalara með sér? Það er svona, þar náttúrulega streitmaðurinn að vera með alveg góða tæmingar. Mjög góða tæmingar, sko. Annars getur hann eyðilegt flesta brandara. Já, og gerir það eyðilega. Nei, segja kannski restina á hann strax og svona. Sákar, að því við erum nú hérna svona gamlir hundar og Gunni líka. Hvað finnst ykkur húmor í dag? Mér finnst húmor á öllum tímum bara alltaf skemmtilegur. Já, ég meina ef það væri ekki húmor í dag þá væri ég ekki að hlæja í dag. Nei. Eða í gær eða fyrir þetta. En hann hefur breyst mikið. Nei, hann hefur ekki breyst mikið. Nei, ég hugsa ekki. Ekki sammála því. Jú, hann hefur breyst mikið. Hann er í tímans rás og aldanna rás hefur hann ekki breyst. Hvað er það að útskýra? Nei, ég held að ég ekki útskýra þetta. Sko, fyrir ekki Júli mín. Núna er þetta, nú byggja allir á í skemmtiatriðum í svokölluðu uppistandi. En auðvitað eru kaffirúskallar og öðru það uppistand þó að sé tveir menn sem á þetta verið í eintölu eða uppistand eða eitthvað. Nei, það er bara Júli, fyrir ekki. Ég er að tala þegar það sem hefur breyst er framsetning. Júli, talaði í mikrofónum. Ef hann getur tekið lampirnar og segja fyrir mig. Viltu takja með löppina? Það er framsetning, sko, við til dæmis okkar kynslóð. Við lögðum mikið upp úr tæmingu, tímasetningu. Við nostrum og gerum með þá dálítið við það að tímasetja hlutina rétt textan og fyndin byggir dálítið á því. Þetta er enskur stíl, sko, sem við, og amerísku líka, sem við tilhengum. En núna í dag er ekkert hugsað út í þessa hluti. Það er engin rækt lögð við tæmingar.
það bara ekki, það allur heimsins tími sem að fólk upp í standar að gefa sér í að segja frá og samleikur í dag byggir ekki á þessum tæmingum sem við pældum mikið í og Gísli náttúrulega var sjúklega áhugasamur og ég fullyrði það engin núlifandi Íslendingur sem er jafnvel að sér í réttum tæmingum og Gísli. Á leiksviði sko, en í prívatlífinu er það ofsalega óskaplega. Já, hann er mjög slæmur í prívatlífinu og sko, þá ég bara tala um leiksviði. Hann afleitur í einsum öðrum tökum. Hvernig er þessi sýning? Hvernig byggja hann upp? Hvernig... Sko, þeir eru náttúrulega hryggjastykkið í þessu, kaffibrúskallandi sjálfur. Er þráður í þessu eða? Nei, það er sko, jú, aðeins. Bláþráður? Það er bláþráður og það eru tveir bláþræðir eins og öllum góðum sögum. Annars vegar á milli þeirra og hins vegar á milli Helgubrögu og Lalla Töframanns. Lalli Töframaður? Já. Þau eru þarna bæði saman og í sikkur lagi. Helga Braga er náttúrulega með pínlítið uppistand og svo kemur Lalli og er með Töfrabrögu og svo eru þau aðeins saman og svo kemur nú fyrir og þau eru öll saman á sviðinu í einu og þeir verða að fá aðeins að hvíla sig öðru hverju og þá koma þau og fremja sinn galdur. Þetta er svona til þess að gera, sko, fá þessa kabarett stemningu. Þetta er svona variety show. Það eru töframaður, það er uppistandari og það er kona sem okkur finnst frábært að það skulle vera kona og svo þú veist, við komum fram á víxl, sko, þannig að þetta er svona heilmikið úrval í rauninni. Ég er spenntur að segja á þetta. Eins og núna þegar við erum að tala saman, þá er verið að frumsýna. Þetta er föstudagskvöld og þið eru að frumsýna í þessu töluðum orðum. As we speak, eins og ég segi stundum. Júli, Nei, það er bara orðið okkar gæfa. Það er margt í þessari vinnu hérna við þessa sýningu sem er í rauninni til orðin vegna áhuga staðarhaldarans hér í Austurbæ, Þórodds Stefánssonar, sem þrýsti dálítið á okkur og það er einhvern veginn allt orðið okkar að gæfu í þessum undirbúningi. Frábæran mannskap hérna. Það er sko ótrúlega hvað hefur laðast að þessu verkefni, fínt fólk og góðir aðstofamenn og sko Gunnar Helgason. Þú veist ekki hvað hann ætlar að segja? Nei, það er alveg sama hvað hann ætlar að segja. Þetta er svo mikið slítfíl. Hættu. Þvílíkt hrakmenni. Nei, það er þakkarvert. Þetta er mjög, og Gunni sem er á þessum aldri líka, hann er nákvæmlega á þeim aldri einhvern veginn að brúa þetta bil og kemur ekki að þessu jafnaldri. Þetta er svona... Það er ekki konar breytingarskeiðið. Og er ekki bara, á ég halda áfram að hæla hann, er ekki bara, sko, það er ýmsir leikstjórar sem eru hundleiðinlegir en eru ágætir leikstjórar og Gunnar sameinar það að vera bráðsniðugur og skemmtilegur leikstjóri og mjög greindur og skemmtilegur. Mannlegi þátturinn, hann tvinnar hann vel saman við listrænan þáttinn. En það er mála sannast sem Júli segir að við fjarr okkur að fara að endurvekja kaffibrúsakallana. En það er bara, hafa verið ýmis tilmæli í tímans ráðs að við endurvektum þá. Það finnum við ekki gera. En Þóroddur sem er búinn að endurreisa þennan fræga stað, Austurbæjarbíó, sem heitir Austurbær í dag, hann var sannfærður að við ættum að standa hérna á sviði í þessu nýuppgerða húsi á gömlu fjölunum hérna. Þetta ætla ég að tala við hérna frammi. Ég ætla að tala hans meira Ég ofta að spinka mig. Austurbæjarbíó. Ég ofta að spinka mig, það tekur ofsalega tíma að kíkta. Já, ég ætla meira að segja að tala aðeins við bókina þína sem kom út í fyrir 2 ára síðan. Já, ok. Strákar, takk og kærlega fyrir. Gangi ykkur vel og ég ætla að reyna að koma. Allavega einhvern tíma. Ef þú hefur heilsu. Ef ég hef heilsu. Þannig að þú ert jafnvel í Austurbæ. En heyri ég sæmilega hérna er fyrir... Það eru heyrnartæki á hverjum stól. Þú getur að fengið göngugrindirnar, við erum búin að hafa það. Takk fyrir strákar. Takk kærlega fyrir.